Black Ops 2 nýjasti leikurinn í hinni geysi vinsælu Call of Duty leikjaseríu. Leikurinn hefur heldur betur slegið í gegn og hefur verið að fá yfir 80 af 100 stigum að meðaltali á Metacritic.com. Mikil spenna hefur ríkt fyrir nýja leiknum, sem sést meðal annars á sölutölum sem Activision, útgefandi leiksins, hefur sendt frá sér, en þar kemur meðal annars fram að salan á leiknum hafi náð að verðmæti yfir $500.000 á fyrstu 24 tímum í sölu, en það samsvarar litlum 62 milljónum íslenskra króna. En stóra spurningin er, nær þessi gífurlega vinsæli fyrstu persónu skotleikur að standast væntingar nörd norðursinn? Byrjum á sögu leiksins, en í henni er sagt frá feðgunum Alex og David Mason og baráttu þeirra við illmennið Raúl Menendez, sem er eins konar samblanda af geðsjúklingi, snillingi, ofurmenni, anarkista og hryðjuverkamanni. Sagan kemur skemmtilega óvart og á margt sameiginlegt með Hollywood-myndunum þar sem það er alltaf eitthvað að gerast. Drama, sprengingar og hasar. Þarna á leiðinni eru svo nokkuð góð tvist inn á milli. Mörgum þykir sagan kannski vera auðséð og óspennandi, en hún heldur manni þó algjörlega við efnið alla tíma. Enda er það engin nýliði sem skrifa söguna fyrir leikinn, en það er David S. Goyer sem er sögusnillingurinn í þessum leik, en hann var einn af söguhöfundu þríleiksins Leðurblökumannin sem Christopher Nolan leikstýrði. It's showtime, Mason! Spilarinn spila sig í gegnum tvo söguþræði, annars vegar sem Alex Mason í kalda stríðinu á 9. áratugnum og hins vegar sem David sem er sonur Alexar í köldu stríði sem á sér stað í framtíðinni, eða nánar til tekið árið 2025. Þessir tveir ólíku söguheimar brjóta spilunum upp á stórgóðan hátt. Sem Alex Mason ertu með eldri gerðar af vopnum og ert að berjast í stríði sem er þegar þekkt í sögubókunum. Það er ekkert voðalega leiðilegt að ríða á hæstu í eyðimörk í Afganistan með beislið í annarri og sprengjuverp í hinni, skjótandi niður skriðdrek og þyrlur. Hasarinn er svo mikill að það er auðvelt að gleyma að anda. Round those Russian bastards! You got him! Take out the gunships, Mason! Framtíðarhluti leiksins býður upp á nýjunga í herðtækjum og tólum. Til dæmis fær maður að svífa langa leiðir í svifbúning, stjórna litlum fljúgandi skotþyrlum og jafnvel vélkónguló sem getur klifrað upp á ólíklegustu stöðum og gefur rafstuð frá sér til að eyðileggja raftæki og drepa óvini. Harper, the security team's been compromised by PMCs. They're hostile. Watch for anything suspicious. We need to know their objective. Understood. Eins og sést á þessum myndum er grafík leiksins líka mjög góð, en ekki verður að búast frá Call of Duty. Það sama má segja hljóðið og talsetninguna. Það er fjöldi þekktra leikara sem tala inn á leikinn og birtast auk þess nokkuð þekkt andlit í leiknum. Þar á meðal er leikarinn Michael Rooker sem hefur meðal annars leikið í Cliffhanger á móti Stallone, leik einnig í 6 Day með Arnold Schwarzenegger, en Rooker hefur einmitt talað inn á nokkra leiki áður, þar á meðal Lollipop Chainsaw og Scarface. Leikarinn Tony Todd, a.k.a. Candyman, kemur einnig sterkur inn með sinn dimmrataða sorakjaft. En eru einhverjir gallar? Jú, vissulega. Til dæmis gengur leikurinn mjög mikið út á það hvað æðislegir bandarískir hermenn eru og hvað þeir eru klárir og bestir. Einnig fór það í taugarnar á mér að sjá hvað nánast öll illmenni í leiknum voru mikla stereótýpur og þeir góðu hvítir bandarískir hermenn, auðvitað. Spilunin er ekki verri fyrir vikið, en það hefði mátt lagfæra söguþráð leiksins örlítið, einfaldlega til að forðast þessar stereótýpur af hetjum og hryðjuverkamönnum. Damn it! They got more of them! En hvað það? Call of Duty leikinnir eru orðnir á stóru merki. Þú veist hvað þú ert að kaupa þér. Við erum að tala hágæða fyrstu persónu skotleik sem heldur við efnið í einu og öllu. Aftur á móti er dælt því líkum fjárhæðum í gerð leiksins og því engar áhættu teknar. Þú ert ekki að vera að kaupa þér Black Ops 2 eða þú ert á höttunum eftir nýjungum. Það má í raun líka Call of Duty seríunni og í rauninu mörgum öðrum seríum við uppáhald samlókuna þína. Fyrst þegar þú uppgötar þessa nýju og stórkostlegu samlóku, þá getur þú varla haldið vatni, hún er svo bragðgóð og fersk. Eftir að hafa borðuð sömu samlókuna í nokkra mánuði, fyrir samlókuna að vera frekar þreytt, en þú kannski bætið eitthvað við hana til að lífga hans upp á bragðið. En eftir nokkur ár, fyrir þessi samlóku að vera ansið þreytt og þeir langar að prófa eitthvað nýtt,
og jafnvel komið ógeð af samlokunum sem þú ert búin að vera að tyggja aftur og aftur og aftur og aftur. Svo má ekki gleyma fjölspilurna hluta leiksins sem að gefa leiknum langan líftíma. Fjölspilunin er yfir höfuð vel útfærð og gaman að sjá hversu vel umhverfið í leiknum er notað og hafa borðin verið hönnuð sérstaklega með það í huga. Svo má ekki heldur gleyma zombie hluta leiksins, en þar geta spilarar missig í því að verjast gegn uppvakningum í einu og öllu. Solid skemmtun ef þú spyrir mig. Í stuttu máli er því að ræða stórgóðan fyrstu persónu skotleik sem er vel heppnaður í langflesta staði og býður upp á góðan Hollywood-hasar. En þar sem leikurinn er hannaður fyrir meginstrauminn eru engar áhættu teknar og þar að leiðandi lítið nýjunga. Ég gef leiknum 8 af 10 mögulegum í lokaengun. Ef þú vilt lesa restina af gagnrýninni þá getur þú nálgast hana á heimasíðu Nördnorðursins sem er nördnorðursins.is.